Kæru brautskráninganemar, aðstandendur, starfsfólks VFMA og aðrir gestir, hjartanlega velkomin á brautskráningarraðtöf Verkmenntaskólans á Akureyri. Þessar mundir ákveðið þáttaskil í starfi Verkmenntaskólans. Nú að láta störfum síðustu starfsmennirnir sem hófu störf við stofnun VFMA á því merka ári heimsbókmenntanna 1984. En það þau Hálfdán og Erna. Og það því við hæfi að ég tilkynni hér og nú með þessum orðum að VFMA hefur opinberlega slitið barnsskólanum. Við erum ekki lengur nýr skóli, við erum ungur skóli. Merkisdagur. Og VFMA var náttúrulega stofnaður upphaflega úr 5 skólum sem voru starfandi á svæðinu á þessum árum. En á þessum tíma var búið að stofna fjölbrautaskóla víða land, einmitt til að aðlagast bara breyttum aðstæðum á vinnumarkaði, hækka menntunarstig og samkeppnishæfni og velsæld þjóðar. Skólarnir 5 sem sameinuðust voru Iðnskólinn á Akureyri, Framhaldsdeildir Gaggans, Hússtjórnarskólinn á Akureyri, Útibú Vélskóla og Útibú Tækniskóla Íslands. Við þessa breytingu var til skóli sem lengst af hefur verið einn af 5 stærstu skólum Íslands. Skóli þar sem að hvergi má finna fleiri námsleiðir nema í Tækniskólanum og langstærsti skóli utan Suðvesturhornsins. Og kannski síðast en ekki síst, skóli með stórt hjarta. Og miðað við tíðarandann þá, 1984, má kannski segja að við þessa sameiningu hafa orðið til svona fjölmenningasamfélag innan gæsalappa, miðað við þeirra tíma svona staðla, svona eins og við getum kallað kannski svona sulta úr mörgum skólum með ólíka menningu og sulta sem enginn hafði smakkað áður. Ég held hins vegar eftir því sem að árin hafa liðið og að það standi eitt orð upp úr í minni upplifun af skólanum öll þessi ár og það orðið virðing. Virðing sem að síðar varð eitt af einkunnarorðum skólans. Kæru brautskráninganemar, það heiður að hafa fengið að vera samferða ykkur. Stundin ykkar og þetta áfangastaður, afskaplega mikilvægur áfangastaður. En þið verðið náttúrulega að muna að það ferðalagið en ekki áfangastaðurinn sem skiptir máli. Á þeim tíma sem að þið hafa verið í skólanum hafið þið safnað saman gersemum tilfinninga og minninga, það að segja samvitund. Og samvitundin hornsteinn samfélaga, hvort sem þau eru stór eða smá. Og þessi samvitund afskaplega mikilvæg, því að það má vel vera að stýrivextir særi samvitundina nú stundir og slæfi sálina. En þegar ég lít á ykkur, þá veit ég að sama hversu háir stýrivextinir eru, af sömu festu VFMA hjartað slær. Og eins og segir KK, eitt víst og engu fær því breytt, að þú og ég, við erum yfirleitt, alveg eins og vera ber, sama hvernig fer. Samvitundin speglast í tónlistinni, Emilía Björt Hörpudóttir, Anna Lovísa Arnardóttir, eru þið tilbúnar að taka við? Emilía Björt og Anna Lovísa, þær unnu Sturtuhausinn, söngkeppni í Verkmenntaskólans á Akureyri í tróðfullum sjalla fyrr á henninni. Ekki búin að segja tæknimönnum, þetta kemur svona snemma. Og keppti fyrir hönd VFMA í söngkeppni framhaldsskólana eftirminnilega. Emilía Björt að útskrifast sem húsasmiður, en Önnu Lovísu fáum við að hafa með okkur einhverja mánuði enn. Og ég var nú svona að hugsa að stinga upp við að hvort það væri eitthvað að hugsa að fara í músíktilraunir á næsta ári. Nú veit ég ekki hvort það hefur til mín á bakvið. En það ætla að flytja fyrir okkur lag og texta KK sem heitir Kærleikur og tími. Og kærleikur eitt af þessum ofboðslega fallegu íslensku orðum. Orðum sem kannski gera lífið að lífi og kannski æðsti tilgangur þess.
Og við þum kannski bara í móður Teresu að peningar eru nytsamlegir en kærleikurinn, athyglin og umhyggjan sem við berum fyrir öðrum það sem að mestu máli skiptir. Svo eins var ef við tölum tímann, að þá náttúrulega tíminn svolítið eins og vatnið og kaldur og djúpur eins og vitund okkar. En ég held raunverulega við köfum bara allt og sjaldan í vatnið því að í vatninu og í djúpinu býr helsta gersemin, ástin. Og eins og við þekkjum úr ástarljóði Steins Steinarrs, kærleikurinn og tíminn. Eru þið tilbúnar? Gerið svo vel. Kærleikur og tíminn lækna sár. Eitt ár í tímans hafi 100 ár. Við erum vinir þú og ég og við örkum þennan veg, þú og ég, þú og ég, þú og ég. Hamingjan fyrir handan horn. Hún liggur þar og bíður stundakorn. Og við örkum þú og ég öðru hvoru þennan veg, þú og ég, þú og ég, þú og ég. Eitt víst og engu fær því breytt, að þú og ég erum yfirleitt. Alveg eins og ber alveg saman hvernig fer, þú og ég, þú og ég, þú og ég. Andans heim vítt til vegg og hátt og sáttadyrum lokið upp á gátt. Týndir sauðir tínast heim, teknir opnum höndum tveim, hönd í hönd saman við þú og ég. Kærleikur og tíminn læknar sár. Eitt ár í tímans hafi 100 ár. Við erum vinir þú og ég og við örkum þennan veg, þú og ég, þú og ég, þú og ég. Ó, já, þú og ég, þú og ég, þú og ég. Já, 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 þú og ég, þú og ég, þú og ég. Það dásamlegt og þið getið svona rétt sett ykkur í spor þessara nemenda að vera bæði náttúrulega að útskrifast og þurfa síðan líka að svara þessari bón að koma á svið líka. Þannig að þetta eru, þú veist, það eru alvöru taugar við þessu unga fólki sem við eigum. Heyrðu, kærar þakkir, Emilía og Anna Lovísa. Emilía var semst á gítar og Anna Lovísa á gítar og söng. Kæru gestir, hópurinn hér á sviðinu yndislegur og ég verður bara að segja alveg eins og að ungt fólk í dag yfir höfuð yndislegt. Þeir eru góðir, kurteisir krakkar sem afskaplega gaman að vinna með og fá að deila þessum árum með. Og þið sjáu líka að í hópnum eru brautskráningarnemar sem hafa slitið barnsskónum. Það nefnilega svo að framhaldsskóli hefur misjafnlega merkingu í huga fólks. Í hugum sumra framhaldsskóli einhvers konar eftirmynd af amerískri bíómynd. Og öðrum merki framhaldsskóli þann skóla sem að þau gengu sjálf í og þannig mætti lengi áfram telja. En Verkmenntaskólinn á Akureyri eðli sínu fjölbreytiskóli í merkingunni skóli með mörgum námsleiðum og ólíkum. Og VFMA hefur þróast og breyst
og heldur áfram að þróast og breytast. Og VFMA hefur margþættan tilgang, en eftir því sem árin líða held ég að aðalhlutverk hans sé að stuðla að hærra menntunarstigi samfélagsins og tryggja með starfsemi sinni grunnþjónustu við þá íbúa sem hér búa og treysta þannig búsetuskilyrði og raunverulega undirstöður velferðar í nærsamfélaginu. Og það þýðir að Verkmenntaskólinn á Akureyri er líka byggðamál. Því er vöxtur hans og viðhald og þróun nátengd framtíð Akureyrar, Eyjafjarðarsvæðisins og Norðurlands eystra alls. VFMA undirbýr fólk undir störf og frekara nám, en hann hefur líka víðtæk áhrif á aðra þætti. Atriði eins og ábyrgðarkennd, víðsýni, frumkvæði, sjálfstraust og umburðarlyndi. Þessi þættir hjá okkar ágætu nemendum hefur áhrif á samfélagið allt til lengri tíma. Og ef við hugsum til þess tíma þegar Verkmenntaskólinn var stofnaður, þegar ekið var yfir gömlu brýrnar þrjár yfir Eyjafjarðará, það var bundið slitlag á völdum köflum á leiðinni Akureyri Reykjavík. Og svo kannski þetta eftirminnilegast að það var stillimynd frá Philips í sjónvarpinu þegar línulegri dagskrá var lokið og sónninn var 1 kílurið sínusbylgja. Já, ég veit ekki alveg stundum þessa gömlu góðu daga. En þegar ég horfið tilbaka þá held ég að séu 2 atriði sem skipta gríðarlega miklu máli í sjálfsmynd skólans og hvernig hún hefur þróast. Annars vegar var það tilkoma netsins sem að hét nú internetið, þetta gamla daga, tóku eftir því sko, internetið, það skildi okkur enginn Reykjavík, og svo hins vegar samstarf við lönd Evrópu. Netið á sínum tíma færði okkur skyndilega ógrynni upplýsinga og raunverulega heim og færði skólan inn í samtengdan heim. Heim þar sem hægt var að sjá hvernig hlutirnir voru gerðir annars staðar og hvernig aðrir hugsuðu. Ekki bara það sem hafði verið skrifað í bækur, heldur bara miklu, miklu meira. Og skólinn fór að bera sig saman við fjölmarga skóla hérlendis og erlendis og það eina sem að kannski skorti í netið var þessi upplifun og þessi tengsl og kannski bara ástæðan fyrir að við erum hér saman en ekki öll að horfa á þetta í beinni útsendingu. Sko. Og það er svolítið merkilegt með tæknina, maður getur rifjað upp, sko, að það kom til mér sölumaður einhvern tímann snemma á ferlinum. Og hann kom með vídeóspólur og sagði, eftir 5 ár verður skólinn óþarfur. Það verður bara allir heima og horfa á kennslustundir á VFHS. Akkurat. Við erum félagsverur og við verðum að muna það að við erum félagsverur og það að vera innan fólk gerur okkur gott. Og síðan það seinna sem hefur mótað okkur hinn síðari ár, það er tilkoma Erasmus-verkefnisins sem að tengdi VFMA löndum Evrópu eða evrópska efnahagssvæðisins beint. VFMA færðist inn í stórt mennta- og menningarsamfélag, fluttist frá útnára inn í miðju hringiðunnar. Og við deilum reynslu, við aukum skilning, við setjum okkur í spor annara og ég held að það ger okkur að betra starfsfólki og kannski líka heimsborgurum. Og ég held að veit ekkert af því að eins og heimurinn birtist okkur í fréttunum í dag að við höfum alveg betri skilning á því hvernig aðrir hafa það og hvernig þeir lifa. Og kannski ættu einhverjir aðilar að taka það sér til fyrirmyndar, sem kannski ekki endilega eru staddir hér eða búa á Íslandi, þið veitum hvernig ég er að meina. Ég held að það sé bara mjög gott þetta og ég held að þetta hafi breytt sjálfsmynd okkar verulega mikið. Og þeir skipta hundruðum sem komi heimsókn í gegnum Erasmus-verkefnið í VFMA á hverju ári. Og það eru bæði kennarar og stjórnendur í starfsspeglun, það eru nemendur og kennarar sem koma og við erum að fara og við erum að vinna sameiginlegum verkefnum tengdum áskorunum samtímans. Og eitt mjög áhugavert verkefni núna sem að snýr nýtingu sólarorku eða birtu á Íslandi til raforkuframleiðslu.
Og svo kannski síðast en ekki síst, það verður sífellt vinsælla að nemendur taki hluta starfsþjálfunar í inn- og starfsnámi í Evrópulandi. Og það nemendum yfirleitt að kostnaðarlausu eða því sem næst. Og ímynda sér þetta 1984 það er eiginlega ekki hægt. Og síðan bættist við ný vídd fyrir nokkrum árum sem beint flug frá Akureyri. Og við það hefur Akureyri og Verkmenntaskólinn á Akureyri fæst á einhvern allt annan stað á landakortinu en hann var. Og það er þannig sem vornóttin siglir seglum þöndum. Sigurður Einar Þorkelsson og Ívar Leó Hauksson, eru þið tilbúnir að taka við? Mér sýnist það. Sigurður er að útskrifast sem bifvélavirki. Sigurður er reyndar best þekktur í VFMA sem Siggi bóndi. Þú verður að kalla ráða á bakvið. Og hefur verið atkvæðamikill í félagslífinu og í stjórn nemendafélagsins. Svo er Siggi líka skemmtilegu karakter og mjög skapandi. Siggi eða við kannski síðustu myndir, átti gamlan Hilux. Og veturna þegar var skortur á bílastæðum vegna snjóruðninga, þá lagði Siggi bara bílnum upp í skafl. Og það fór náttúrulega svakalega í taugarnar á mörgum. En það er náttúrulega stranglega bannað. Og sumir þetta bara býsna skemmtilega skapandi lausn. Svo þegar Sigurður var beðinn að fjarlægja bílinn úr skaflinum, þá spurði hann, til hvers eru snjóruðningar, ef ekki til að leggja bílum? Og við þessari spurningu höfum við aldrei fengið neitt svar, til hvers eru snjóruðningar. Þannig það er bara mjög góð spurning. Ívar Leó er hins vegar bassaleikari, þótt hann birtist hér með banjó. Og já, hann kann að spila Dueling Banjós með þetta Weisberg, sem kom bara í myndinni Deliverance frá 1972 með Burt Reynolds. Segir hann kannski söguna því þegar hann sofnaði á bekk í Englandi. Já, ég segi ykkur hann seinna. En ég þekki Ívar best sem spilandi á 5 strengja bassa í Sturtuhausnum. Og svo er hann auðvitað í Stoner og Sluts sveitinni Sót, sem tók þátt í músíktilraunarum árið 2025. Og ef ég man rétt sigraði íslensku forkeppnina fyrir Wacken Metal Battle, núna í apríl. Og Ívar er því að fara að spila fyrir 85.000 gesti í lok júlí. Eru þið klárir í slaginn eða á ég að klára söguna með Burt Reynolds? Hvað er hún löng? Ég skal segja styttri útgáfuna af henni. Burt Reynolds sem sagt til bunni eftir honum, hann var alltaf með svona rent niður og ofsalega mikið bringuhár. Svo var hann einhvern tímann að vinna einhvern vorið í Englandi og fer út og sofnar á bekk. Og þegar hann vaknar, þá er gráspörupar búið að verpa í bringuna á hann. Sigurður Ívar, bitte. Vornóttin siglir seglum þöndum
silfur stjarn á himni skín, sem svartur spegil sjórinn geymir, söngva dagsins ástin mín. Dætur hafsins fagrar fljóta, í fangi mánans hvílum stund. Rekkju í þangi allar eiga, höldu votar fá sér blund. Í skjóli fjalla fálkinn svífur, fimur yfir bráðan gín. Við lyngið brúna liggur rjúpan, í ljósan blett á baki skín. Auðninn svartan sandinn geymir, sorfin pörð og fuglabein. Þar sjást í rökkri svipir eika, saga býr í hverjum stein. Dreyminn værum svefni sefur, svartur marfi bryggjusporð. Sumu lýsa engin orð. Nóttin bráðum býst til ferðar, friður yfir firði her. Í faðmi þínum mun ég dagur, bráðum hvílu búa mér. Rómantíkin, númer 19. Er það ekki rétt með neðanverð? Þetta dásamlegt. Svo ég svona bara að passa þessi búið að taka á sviðinu, sko, ef að þið ætluðu að klappa þá upp, sko. Ég voru bara ekki búin að æfa annað lag, þannig ég var búin að tryggja það. Þetta frábært hjá þeim. Þetta bara yndislegt og já, gerir maður svona, það veit þið? Það hræðir aðeins upp í tilfinninguna hjá manni, sko. Því að þó maður sé, sko, skólameistari, þá maður samt alveg með tilfinningar. Bara svo að þið vitið það líka, sko. Heyrðu, kæru brauðskanningarnemendur. Kannski eru breytingar það eina sem öruggt í lífinu og til þess að leiða þær breytingar þar forystu í merkingunni að leiða
til hins betra. Og þegar forysta er veitt mikilvægt að hlusta og sýna virðingu og kannski hógværð líka, því að þetta eru lykilatriði í velgengni. Að takast á við mótlæti og læra af mistökum bæði eigin og annarra. Og forystu er þörf í eigin lífi og þeim störfum sem á fjörur ykkar reka á ævinni. Og forysta er kannski ekki eitthvað svona sem að þá er ekki talað svona bíómyndaforystu, heldur felst í því að leiða á axla ábyrgð og takast á við að þær áskoranir. Því að í forystu felst líka að horfast í augu við aðstæður og þær ógnanir og sjá tækifæri, því að það er þannig að í flestum ógnunum og tækifæri. Og svo skulum við muna það líka að orð hafa vægi og veljið vel þau orð sem þið notið, hvað þið skoðið, hvað þið lesið og hvað þið veljið tíma ykkar í. Því í samskiptunum þá höfum við val hverju við svörum. Þeir segja, þeir sem betur vita, við erum með svona framheila sem er svona filter, svo ég reynir að útskýra þetta á mannamáli, og við erum að nota þennan filter. Og sérstaklega þegar að fram í sækir og þið eru komin í önnur störf, að velja það sem þið segið við fólk, hugsa það og temja sér þessi öguðu vinnubrögð óháð því hvernig manni líður, og það er raunverulega kannski kjarninn í orðinu fagmennska. Og samskiptatæknina er svo hægt að þróa og bæta á hverjum degi. Og svo við skiptum nú aðeins gír og kannski ræðum ekki svona alvarleg mál eins og forystu. Við ræðum þá kannski betur bara í næstu útskrift. Að samskiptatæknina er hægt að þróa og bæta á hverjum degi. Og eitt eftirminnilegasta atvik þessa mánaðar var þegar ég var á göngum skóla og mætti þar starfsmanni með 3 grunnskólanemendur sem að virtust ekki sérstaklega hrifnir af því að tala við mig. Og sérstaklega ekki eftir ég var kynntur sem skólameistari og maðurinn sem réð öllu. Það er reyndar stórkostlega örðum aukið að ég ráði öllu, en það er önnur saga. En semst að það ég væri skólameistari jók ekki áhuga þeirra á að tala við mig. Þeir snéru bara í mig baki. Það hefur greinilega fengið nóg að skólastjórum, ég veit það ekki. Það hefur alveg komið fyrir. Þannig ég spyr, hvað er það að spila núna? Og þá stoppa þeir, snúa sér við og gefa mér upp nöfn á tölvuleikjum sem ég rámaði í að hafa heyrt einhvern tímann. Og svo lítur einar þeir á mig og segir, ert þú gaurinn sem er að spila Doom? Og ég segi, já. Ég gríp stundum í hann þegar ég kem heim á vinnunni svona til að dreifa huganum. Hann svarar, vel gert maður, og réttir mér höfn. Og þá spyr sá við hliðina á honum, hefurðu spilað Elden Ring? Hann er meiri áttar. Og ég svara, nei, ekki enn, en dóttir mín hefur spilað. Þú verður að spila hann, segir hann. Ég sagði, já, ég verð að gera það. Og þar með ég komið verkefni fyrir sumarið. Þannig að mér er svo sem eiginlega alveg sama hvernig veðrið verður í sumar. En semst í það sem ég gerði var það að ég hitti fyrir slisti á áhugamálið sem að breytti samskiptum vegna þess að orð hafa vægi og við höfum valið það hvað við segjum. Og í staðinn fékk ég eitt yndislegasta og eftirminnilegasta augnablik ársins. Vel gert maður. Þetta hefur ekki verið sagt um mig lengi. Og þetta hefur aldrei verið sagt um mig þegar ég er að spila tölvuleiki. Það er að heimurinn, hann batnandi fer og unga kynslóðin í dag er svo mörg og svo miklu betri en mín kynslóð. Yndisleg ungmenn upp til hópa og það er náttúrulega eins og þið sjáið forréttindi að fá að vera samferða þeim. Og það er þeirra að velja og velja vel og það meina ég að taka þátt í samfélaginu, láta gott af sér leiða, setja sig í spor annara, sína virðingu, umburðarlyndi, njóta fjölbreytileikans og vinna fagmennsku að einhverju stærra.
og ég fæ seint full þakka fyrir að vera skipstjóri á þessu skipi. Og ég vil nú sérstaklega þakka formanni og stjórn Þórdunu hérna í leiðinni og tæknifólkinu sem hefur séð útsendingar hjá okkur í vetur og LAN-hópnum og öðrum félögum og nemendum verkmenntaskólans fyrir frábært starf og þrautseigju í vetur. Því það er auðvitað eitt að vera skipstjóri og svo er einhverjir aðrir sem að vinna alla vinnuna. Og nemendur sjálfsagt vinna, ég veit ekki hvað mér óvægt að segja þetta, allavega mikla vinnu. Það er þeirra auðvitað hagsmunir sem eru undir hvernig gengur í skólan. Og svo vil ég þá líka nota tækifæri að þakka bara fyrirtækjum og stofnunum og verkstæðum og verktökum og Akureyrarbæ og velururum skólans á svæðinu fyrir afar mikilvægan og dyggan stuðning við skólan og nemendur hans. Því án ykkar væri starf okkar bara svo miklu erfiðara. Og svo vil ég nú að síðustu þakka Blikksmíðunum á Akureyri fyrir skínandi samstarf og slást í för með mér fjöll og fyrnindi kerfisins. En nú fer að styttast í brauðskráningu. Ég var sem búin að lofa þeim að hafa þetta stutt. Og þá náttúrulega tek ég niður gleraugun eða ekki og ekki. Ég var búin að lofa þeim að hafa þetta stutt. Og nei, ég ætla ekki að segja hennar sögu. Brauðskráningahópurinn í dag er glæsulegur eins og alltaf. Það er útskrifast 162 nemendur, held ég að hafi verið, en skýrt henni auðvitað talsvert fleiri þar sem að margir eru útskrifast með 2 eða fleiri gráður. Og svo eru nokkrir iðnnemar sem eiga eftir hluta samningsins en hafa lokið öllu námi í VFMA og kveðja því með félögum sínum enda allir búnir með skólann og fá staðfestingu á því. Þannig ég held að sé komin tími til að fá Ástu Fönn, aðstoðarskólameistara, til að aðstoða með við brauðskráninguna. Og svo Önnu Maríu sviðsstjóra, stúdentsprófsbrauta, fjarnáms, sjúkraliðanáms að koma hingað og afhenda nemendum að sínu sviði í brauðskráningaskýrslunni. Og svo held ég að sé nú bara mjög vel við hæfi að við gefum okkar ágætu nemendum bara gott klapp. Ég ætla ekkert að segja ykkur hvernig þið eigið að klappa, því bara klappið eins og hjarta segir ykkur að gera. Já, góðan daginn, gleðilega hátíð. Við hefjum leikinn á nemendum af félags- og hugvísindabraut. Þar er að braut skrást Marvin Páll Freysson. Sunna Rós Sigurjónsdóttir. Þá eru það nemendur sem eru að brautskrást af fjölgreinabraut. Það eru Anna Björg Elmarsdóttir, Ásta Guðný Kristjánsdóttir, mér finnst hún verðskuldi meira klapp. Fróði Sveinsson, Ísak Páll Pálsson, Kristófer Magni Magnússon, Silja Jónína Úlfarsdóttir, Tómas Freyr Eggertsson. Þá brautskrást einnig af fjölgreinabraut þau Berghildur Ýr Axelsdóttir og Ragnar Freyr Jónasson. Íþrótta- og lýðheilsubraut. Já, það er kannski rétt að klappa fyrir þeim þó þau séu ekki þarna.
Þá eru það nemendur sem eru brautskrást af íþrótta- og lýðheilsubraut. Árný Helga Birkisdóttir, Elías Már Víðisson, Finnur Karl Jónsson, Hildur Anna Birgisdóttir, Hulda Þórey Halldórsdóttir, Rakel Hólmgeirsdóttir, og Sigursteinn Ýmir Birgisson. Af listnáms- og hönnunarbraut brautskrást Alice Janey Elmarsdóttir, Bergdís María Ásdísardóttir, Jasmín Skúladóttir, Kristjana Bella Kristinsdóttir, Neo Týr Hauks, Ragnhildar Reykjalín Jóhannesarbur, Sofía Sunna Engilbertsdóttir. Nei, Sofía Geir. Þá það nemendur á náttúruvísindabraut. Það Freyja Dögg Ágústudóttir, Kristín Sigríður Jónsdóttir, Sigurbjörg Agla Hannesdóttir. Af sjúkraliðabraut brautskrást Una Kara Vídalín Jónsdóttir, og það eru fleiri sjúkraliðar en þau eru ekki með okkur í dag. Það eru þau Arna Dröfn Sigurðardóttir, Júlía Margrét Ingvarsdóttir, Katla Dröfn Sigurðardóttir, Renilín Suárez Ingólfsson og Svala Huldu Jónsdóttir sem útskrifast einnig með stúdentspróf. Svo eru það nemendur á viðskipta- og hagfræðibraut. Það Almar Andri Þorvaldsson, Ester María Andreasdóttir, Heiðar Kató Finnsson, Karen Írani Þorgeirsdóttir, Kristófer Lárus Jónsson, Mikael Máni Jónsson, Ragnar Logi Björnsson, Snæbjörn Ingi Þorbjörnsson, var þetta síðasta fallið? Úlfar Örn Guðbjörgarsson, Úlfur Blöndal Sigurðsson. Með viðbótarnám til stúdentsprófs á starfsnámsbrautum
útskrifast 6 nemendur. Það eru Breki Mikael Adamsson, Sóley Sandra Gunnlaugardóttir, og svo eru 4 í viðbót sem eru ekki með okkur hér. Það eru Alexandra Líf Ingvarsdóttir, Björn Gunnar Þórisson, Jasep Máni Mekl og Kristinn Hugi Arnarsson. Við gefa þér klapp. Við brautskráum líka einn félagsliða sem er Einar Dúi Róbertsson. Úr heilsunuti klárar einn nemandi, það er Sonja Kristín Guðmundsdóttir. Og þá er komið að meisturunum. Nú hafa þeir bara fullan rétt til að kalla sig meistara, alla leið. Það er Alexander Eli Sigvaldason sem lýkur meistaranámi í bifvélavirkjun. Svo er Alexander Kristjánsson sem er að ljúka meistaranámi í hársnyrtiiðn. Og loksins eftir langa bið, Andrea Margrét Þorvaldsdóttir sem lýkur meistaranámi í rafvirkjun. Ari Trausti Ámundason sem lýkur meistaranámi í pípulögnum. Aron Ernir Guðmundsson með meistaranámi í vélvirkjun. Ásgeir Andri Adamsson með meistaranámi í pípulögnum. Ásgeir Már Andrésson vandræðamaður með meistaranámi í húsasmíði. Einar Kristján Sjött með meistaranámi í rennismíði. Eiríkur Yngvi Jónsson, meistaranámi í rafvirkjun. Haukur Fannar Möller, meistaranámi í stálsmíði. Haukur Guðjónsson, meistaranámi í húsasmíði. Jónas Atli Kristjánsson, meistaranámi í húsasmíði. Katrín Tinna Pétursdóttir, meistaranámi í hársnyrtiiðn. Magnús Arius Ottosson með meistaranámi í vélvirkjun. Sigurður Hallmann Egilsson með meistarapróf í húsasmíði. Sigurjón Snær Jóhannsson, meistarapróf í stálsmíði. Snorri Freyr Þórarinsson með meistarapróf í bifvélavirkjun. Svo eru hér nokkrir meistarar að auki. Það eru Eva Sól Garðarsdóttir með meistaranámi í hársnyrtiiðn, Gunnar Darri Sigurðsson, meistarapróf í húsasmíði, Hildur Friðriksdóttir með meistarapróf í hársnyrtiiðn, Hörður Freyr Sigurðsson með meistarapróf í rafvirkjun, Ívan Darri Jónsson með meistarapróf í bifvélavirkjun, Rakel Amelín Svansdóttir með meistarapróf í hársnyrtiiðn, Tómas Kristjánsson með meistarapróf í bifvélavirkjun og Þórarinn Ingi Þorsteinsson sem lýkur meistaraprófi í málariðn. Við skulum gefa þeim gott klapp. Já, þá ætlum við að fá sviðsstjóra Anna Sigrúnu Kristínu sem er sviðsstjóri starfsbrauta og sérnámsbrauta til að útskýra sína nemendur.
Er ekki betra að hafa pappírinn með? Gott að eitthvað að gera. Það eru 6 nemendur sem ljúka námi á starfsbraut. Það er Elinóra Ösp Gunnlaugsdóttir, Elsa Mjöll Jónsdóttir, Ingimar Skjóldal, Logi Ingólfsson, og Þorgeir Viðar Gunnlaugsson. Þá færum við okkur yfir á vesturvænginn. Já, ef það ekki færa borðið. Það borgar sig. Já, borgar sig. Þetta er gaman að fá að gera eitthvað. Og þá kemur Unnur Ása, sviðsstjóri starfs- og sérnámsbrauta. Starfs- og fyrirgeðu, það er að kynna þér rétt. Iðnnámsbrauta. Og þú ætlar að hefja leikinn á húsasmiðunum. Var það ekki? Var það ekki niðurstaðan? Best að klára þá. Þeir eru að sjálfsögðu tilbúnir, alltaf tilbúnir. Úr húsasmiði, fyrstur á dagskrá Aron Ingi Elmarsson. Emilía Björt Hörpudóttir, Guðrún Helga Elvarsdóttir og Guðrún Helga lýkur einnig viðbótarnámi til stúdentsprófs. Gunnar Andri Þorsteinsson, Haukur Leó Þórðarsson, þessi er að fara beint í meistaraskólann, Hlynur Atli Haraldsson, Ísak Eli Sigurpálsson, Ísleifur Jónsson, Katrín Lind Sverrisdóttir sem að lýkur einnig viðbótarnámi til stúdentsprófs, Kristján Breki Sölvason, Markus Máni Pétursson og hann lýkur einnig viðbótarnámi til stúdentsprófs, Maron Dagur Gylfason og hann lýkur einnig viðbótarnámi til stúdentsprófs, Sigursteinn Arngrímsson, Vilmar Freyr Ævarsson. Svo erum við með einn málara, það er hann Hjalti Jónsson. Hann lítur eiga meira klappskilið en þetta, hefur. Og úr rafeindavirkjun lýkur Ólafur Páll Pálsson námi. Þá er komið að aðalstuðdeildinni, það eru rafvirkjarnir.
Atli Freyr Ólafsson. Ísak. Bjarki Freyr Pálsson. Björn Rúnar Jónsson. Gabriel Snær Benjamínsson. Jóhannes Kristinn Jóhannesson. Ómar Magni Halldórsson. Patrekur Þorsteinsson. Rakel Antonsdóttir. Styrmir Rögnvaldsson. Viktor Þorsteinsson. Vilhjálmur Svanberg Arngrímsson. Einnig ljúkaði námi í rafvirkjun þeir Mikael Sigurðsson og Patrik Róbertsson. Til í það. Það eru velstjórarnir, sko. Þá eru það nemendur sem að ljúka námi í vélstjórn. Það eru Arnór Freyr Fjólmundsson. Hann er einnig að ljúka viðbótarnámi til stúdentsprófs. Aron Breki Norðfjörð. Og einnig með viðbótarnám til stúdentsprófs. Bryngeir Óli Viggósson. Dagur Ímir Sveinsson með viðbótarnám til stúdentsprófs. Guðmundur Páll Björnsson, einnig með viðbótarnám til stúdentsprófs. Jörvi Blær Traustason með viðbótarnám til stúdentsprófs. Konráð Jónsson og einnig með viðbótarnám til stúdentsprófs. Lárus Fannar Sigmundsson með viðbótarnám til stúdentsprófs. Sigurður F. Tryggvason Radke. Stefán Hrafnkell Gunnlaugsson með viðbótarnám til stúdentsprófs. Tristan Árni Eiríksson með viðbótarnám til stúdentsprófs. Víðir Guðjónsson með viðbótarnám til stúdentsprófs. Þór Elí Sigtryggsson með viðbótarnám til stúdentsprófs. Ægir Diego Víðisson með viðbótarnám til stúdentsprófs. Og svo Sólon Sverrinsson sem að útskrifast einnig með viðbótarnám til stúdentsprófs. Það eru 3 vélvirkjar á listanum. Friðmar Gísli Helgason.
Jóhannes Hrafn Kornett, Tómas Karl Sigurðsson, þá eru það bifvélavirkjarnir. Þeir eru klárir, alltaf klárir. Benedikt Ármannsson, Elvar Már Arason, Emilía Rán Jónsdóttir, Grímur Freyr Hárúnarsson, Gunnar Valur Halldórsson, Konráð Guðlaugsson, Róbert Orri Gautason, Rúnar Ingi Árdal, Sigurður Einar Þorkelsson, Steinkell Skorri Ásbjörnsson Blöndal, Viktoría Fönn Guðmundsdóttir, Þorvaldur Helgi Sigurpálsson, einnig ljúka þeir bifvélavirkjun Hörður Sigurjón Karlsson og Óskar Eiríkur Sveinsson. Þá er komið að uppáhaldshópnum hans Bensa. Það eru blikksmiðirnir. Þeir eru mættir. Sjálfsögðu. Adolf Örn Adolfsson. Eiríkur Júlíus Þórðarsson. Hannes Jónsson. Otto Bæring Ottosson. Ragnar Páll Ólafsson. Rannveig Helgadóttir. Sigtryggur Veigar Herbertsson. Skúli Þór Pálsson. Og einnig lauk Barbara Isabella námi í blikksmíði. Þá er komið að nemendum úr hársnyrtiiðn. Þar er Bríet María Ómarsdóttir. Elena Naumikova. Hanna Jóna Stefánsdóttir. Hilma Dís Hilmarsdóttir.
Katla Steinunn B. Ingvarsdóttir. Kristbjörg Beck. Ísak Logi Brynjólfsson. Tinna Mjöll Viðarsdóttir. Einnig lýkur námi í hársnertiðin Volcheck Solect. Og síðastur en alls ekki sístur hann Ágúst Logi Guðmundsson sem lýkur námi í kjötiðin. Og ég óska honum til hamingju með það. Þá listinn tæmdur. Já, þetta er góðið. Blómaði þetta smásund. Já, það ekki. Ekki húfur fyrst. Ég held að þetta maður gera það. Eða ekki. Eru tilbúin? Húfur upp! Nei. Upp með húfundar. Aldrei nú. Ég lofaði ykkur í gær að ég myndi standa við tímann. Munið þið það. Þetta er dásamlegt. Ég þegar ég myndi nú á blikksmiðjuna, þá var ég nú að velta fyrir mig hvort ég ætti að fara aðeins yfir af því að við vorum nú að ræða saman ekki verið svo löngu síðan loftræstikerfið hérna í Hofi. Og ég kannski athygla á því að undir svona hverjum sæti þetta neðri hæðinni er sem þetta rist. Skiljiði? Nei, við skulum stefna þau. En loftræstikerfi skipta bara verulega miklu máli og þess vegna skiptir máli að hafa blikksmiði og það hefur ekkert að gera með það að þeir sem eru búin að lofa mér að fá eina svona slaufu sem ég fæ að vera með útskriftinni í desember. En þetta er dásamleg stund og maður er bara afskaplega þakklátur fyrir að hafa fengið að vera með þessu yndislega fólki. Og það er náttúrulega þannig að í skólanum þá skiptir félagslífið afskaplega miklu máli og margir nemendur leggja afskaplega mikið á sig til að halda utan félagslíf samnemenda sinna og við brautskráningu hefur skólinn alltaf afhent blómvendi til þeirra nemenda sem hafa setið í stjórn Þórdunu, sem er nemendafélagið okkar, eða komið að öðrum hættaskipulagi og framkvæmd félagslífs og einhvern nátt verið til fyrirmyndar. Og ég vil nú biðja nokkra nemendur að koma hérna fram til mín og standa bara hérna meðan að ég les þau upp og ég er sem að fá að kalla til þau og ég vona að þau heyri vel í mér. Fá Atla Frey Ólafsson, Emilíu Björt Hörpudóttur, Hulda Þórey Halldórsdóttir, Neótýr Hauks, Sigurð Einar Þorkelsson, Elsu Mjöll Jónsdóttur, Óla Pál Pálsson. Og meðan þau eru að koma sér fyrir, þá vil ég nefna að Atla Frey þökkum við sérstaklega fyrir framlag til Þórdunu seinustu 3 ár og ómetanlegt framlag til tæknimála, bæði fyrir nemendafélagið og skólann. Og fyrir Emilíu Björt fyrir framlag í Þórdunu og fulltrúi VFMA í söngkeppni framhaldsskólana. Hulda Þórey fyrir óeigingjarnt starf í þágu félagslífsins, stjórn Þórdunu seinustu 3 ár, formaður, kynningarstarf fyrir skólann, fundasetta í skólaráð og skólanemnd, skiljiði, það er líka ekkert grín. Neótýr Hauks fyrir óeigingjarnt og mikilvægt starf í þágu réttindabaráttu hinsegin fólks, stofnandi Loka, hinsegin félag VFMA. Sigurður Einar Þorkelsson fyrir óeigingjarnt starf í þágu félagsstarfa og kynningarstörf öll sín ár í VFMA og alltaf hægt að leita til hans. Elsa Mjöll Jónsdóttir fyrir framlag sitt í félagsmála og fyrir setu í stjórn Þórdunu. Og Ólafur Páll Pálsson fyrir sitt framlag til félagslífsins með því að skipuleggja tölvuleikjamót, halda LAN, fyrir þá sem ekki skilja það er svona fjölspilun,
stofna Gungni tölvuleikjaklúbbinn sem hefur skapað skemmtilegt samfélag fyrir nemendur í skólanum. Við gefa þeim gott klapp. Má ég vera með á einni, Hilmar? Takk fyrir það. Og þá komið að máli sem hefur nú verið svolítið til umræðu undanfarin ár en niðurstaðan var nú sú sem við förum nú. Nemendur fá að sjálfsögðu verðlaun fyrir framúrskarandi árangur í ýmsum greinum og fyrir besta námsárangur og dúks eða hvað mætti kalla og þannig mætti lengi áram telja. Verðlaunin eða upplýsingar og þau hins vegar að finna í umslögum hinna nýútskrifuðu. Það hefur komið í ljós í gegnum tíðina og svona eftir brautskráningar verið orðið komið svona upp, hvað maður segja, nemendur hafa verið ósáttir og við höfum ekki viljað eyðileggja fyrir þeim athöfnina vegna þess að þeir kæra sig ekki að vera í sviðsljósinu og svo líka ákveðin takmarkanir á persónuvernd varðandi það að birta fréttir með nöfn þeirra án þeirra samþykkis. Og kannski það að tala við alla nemendur áður en þau fá verðlaunin kannski pínu svona, þetta bara svona, hvað maður segja, jafnvægislist og það höldum við okkur núna. Og svo náttúrulega þannig að nám kannski ekki eðli sínu keppni, nema kannski keppni við sjálfan sig, að sigrast á erfiðleikum og vaxa í mótbyr. Og ytri hvatning, eins og verðlaun og einkunnir auðvitað ágætt, en það auðvitað eins og við vitum en innri hvatning, þessi innri drifkraftur sem drífur maður áfram til að læra, gera meira, verða stærri, er það sem skiptir máli til lengri tíma. Og svo kannski eitt praktískt atriði að þegar mest á gekk, þá vorum við nú komið með dálítið verkfærum hérna og ég man eftir einu sinni hérna vorum við með 80 kílóa svona verkfæraskáp fullan af verkfærum sem var bölvað vesen að koma í Jaris sem var hérna fyrir utan þegar fólki var á leið í Mývatnssveit. Þannig það voru svona ýmsir annmarkar á þessu. En það breytir því ekki að við erum afskaplega með mikið af góðu fólki sem hefur staðið sér frábærlega vel hérna í náminu og ég hvet þau til þess að kíkja í umslögin sín og eftir og ég vil bara óska verðlaunahöfum innilega til hamingju. Ég held að við ættum að gefa þeim gott klapp. Þá nú komið að því kannski svona því skemmtilegasta og það sem að ég held að flestir muna eftir í ræðuhöldum dagsins, það að segja ræða brautskráningarnema. Ertu tilbúin, Hulda Þórey? Ég býð hingað í pontu Huldu Þóru Halldórsdóttur, nýstótint af íþrótta- og lýðheilsubraut til að flytja kveðju brautskráningarnema. Hulda Þórey ein af þessum frábæru einstaklingum sem hefur alltaf komið á alla fundi, alltaf mætt á réttum tíma, alltaf gætt hagsmuna nemenda og haft hagsmuni þeirra í leiðarljósi í samskiptum við mig. Hún hefur sinnt sínum félagsstörfum að kostgæfni og verið mjög farsæll formaður Þórtunu. Og ég held að ég nú henni meiri þakka en hún mér, því hún hefur verið mjög ötull og ötull talsmaður nemenda og mitt hlutverk hefur nú oft verið aðalega að segja nei. En ég hef nú vonandi stundum sagt já eða ekki, Hulda Þóri, gerðu svo vel. Kæru útskriftarnemar, starfsfólk VFMA og aðrir gestir. Hulda Þóri heiti ég og á útskrifast sem stúdent af íþrótta- og lýðheilsubraut. Það mér mikill heiður að fá að standa hér í dag og flytja ávarp fyrir hönd brautskráningarnemenda. Eins og besta ákvörðun sem ég hef tekið
tekið mér fyrir hendur var að flytja hingað á Akureyri, verandi Skagfirðingur, búa á heimavistinni og hefja nám í VFMA þrátt fyrir að þekkja nánast engan. Það var ekki fyrr en að kennararnir fóru að stoppa mig á göngunum og spyrja hvað tæki við eftir útskrift, að ég áttaði mig á fyrir alvöru að þetta var að klárast. Þó að þessum kafla sé nóg að ljúka og við útskriftarnemar að fara í sitthvora áttina, þá er ljóst að við tökum með okkur mikinn lærdóm út í lífið. Á þessum árum hef ég kynnst svo mikið af frábæru fólki sem hefur gert skólagönguna svo miklu betri og ég eignast vini og vinkonur til lífstíðar. Upplifun mín á framhaldsskólaárunum væri ekki svo sama ef ég hefði ekki verið í nemendasamfélaginu Þórdínu. Af að vera formaður síðastliðin 2 skólaár hefur verið eitt af lærdómsríkasta og skemmtilegasta sem ég tekið mér fyrir hendur hér í VFMA og gefið mér tækifæri til að kynna skólanum og fólkinu á allt annan hátt. Ég hef fengið að taka þátt í að byggja upp félagslíf í skólanum, skipuleggja viðburði og upplega bæði krefjandi og skemmtilega tíma með frábæru fólki. Þetta hefur kennt mér ótrúlega mikið skipulag, ábyrgð og samvinnu en ekki síður vináttu og samheldni. Það var stundum erfitt að halda jafnvægi á milli félagslífsins og námsins, sérstaklega þegar var mikið að gerast á sama tíma, en með góðu skipulagi og skilningsríkum kennurum tókst þetta allt á endanum. Ég er svo ótrúlega þakklát fyrir starfsfólki hér í VFMA. Það hefur verið virkilega gaman að fá að kynnast ykkur, læra af ykkur og vinna með ykkur öll þessi ár. Mig langar sérstaklega að þakka Sólveigu Birnu viðburðarstjóra VFMA fyrir allt sem hún hefur gert fyrir okkur og félagslífið í skólanum. Ég hef lært svo ótrúlega margt af henni og ég er mjög þakklátt fyrir hennar stuðning í einu og öllu. Að lokum vil ég segja takk fyrir allt VFMA, innilega til hamingju með áfangann, kæru útskriftarnemar, njótið dagsins og gangi ykkur vel í næstu skrefum, hvort sem þið ætlið í áframhaldandi nám, vinna eða eitthvað annað. Þá vona ég að þið hafi fengið góðan lærdóm úr VFMA sem mun nýtast ykkur til framtíðar. Takk fyrir mig. Held ég nú, takk fyrir þetta, Hulda Þóri. Þetta er og hlýju orði í garð allra, eins og sé, stóð sig frábærlega. Nú á brautskráningarátöfn höfum við oft haft fulltrúa eldri brautskráninganema hér á sviðinu og höfum við oftast nær svona miðað við að einn hópur komi, þannig að það er þegar búið að panta til 2028. Þetta er eftirsóknarvert hlutverk. Og við höfum einn fulltrúa 40 ára hópsins í dag, sem er þá einnig fulltrúi minn í þessu verkefni. Þannig mig langar til að biðja Rannveigu Guðmundsdóttur að koma hér og stíga á svið sem fulltrúi 40 ára brautskráninga með Verkmenntaskólans á Akureyri. Gjörðu svo vel. Já, ég var nú valin vegna þess að ég talaði alltaf mest og skólabræður mínir hentu mér í G0-sins. En kæru útskriftarnemar, starfsfólk VFMA og aðrir gestir, það er alveg sérstök tilfinning að standa hér í dag, 40 árum eftir að ég útskrifaðist héðan frá Verkmenntaskólanum á Akureyri eða VFMA eins og hann var þá rétt að byrja að kallast í daglegu tali. Það var vorið 1986. Þá var lífið einfaldara, kannski ekki alltaf auðveldara, en einfaldara. Boðleiðir voru stuttar og aðgengi að stjórnendum skólans auðvelt. Ef maður þurfti að ná í stjórnanda eða kennara, þá bankaði maður bara upp á. Það voru engin netföng, engir Teams-fundir og engin lykilorð sem þurfti að endurstilla á 3 vikna fresti. Við vélrituðum verkefni og ritgerðir á ritfiljar sem nú sjást eingöngu á Þjóðminjasafninu. En einhvern veginn lifðum við þetta af. Við vorum að mig minnir 70 nemendur sem útskrifuðust þetta vor. Í dag er skólinn orðinn miklu stærri og námsleiðir fjölbreyttari og nemendurnir ennþá fleiri. En andinn er alltaf sá sami.
Skólinn var á þessum árum enn að slíta barnsskónum og við sem komum úr ólíkum áttum fengum eiginlega það hlutverk að ryðja brautina og sanna að þessi skóli ætti fullt erindi. Húsnæði skólans var í byggingu og við nemendur vorum á þessum árum skólans dreifð út allt. Gamli iðnskólinn við Þórunnarstræti var nýttur, kennslustofur voru útbúnar í íþróttahöllinni og það má með sanni segja að skólagangan hafi verið skólaganga á milli þessara húsa hér á brekkunni. Tölvur voru að hefja innreið sína en voru ekki í vösum okkar allan daginn líkt og í dag. Við þurftum að tala saman í frímínútum, horfast í augu og hlusta hvert á annað. Mannleg samskipti voru einfaldlega mannleg. Nemendakaffistofan í íþróttahellinni var okkar samfélagsmiðill. Þar sátum við saman, ræddum lífið og tilveruna og drukkum bragakaffi í lítravís. Það var okkar orkudrykkur, ekkert latte, engir orkudrykkir með neonlitum og enskum nöfnum, bara bragakaffi, sterkt, heitt og nóg af því. En þó margt hafi breyst á þessu 40 árum, þá er eitt sem stendur alltaf eftir. Skólinn er ekki bara hús eða námsbrautir. Skólinn eru minningar. Fólkið, vináttan og kennararnir sem höfðu áhrif. Samræðurnar í frímínútum, augnablikin sem höfðu mótandi áhrif á mann og mistökin sem kenndi okkur alltaf eitthvað. Og það merkilega er að sum þessara tengsla endust miklu lengur en maður hefði nokkuð tíma trúað þegar maður sat á kaffistofunu sötrandi bragakaffið og hélt að stærsta vandamál lífsins væri skilafrestur á verkefni. Lítill hópur úr okkar árgangi hefur það að venja að hittast árlega. Þrátt fyrir að fólk hafi flust burt frá Akureyri, stofna fjölskyldur, skipt störf, fengi grá hár, já, eða jafnvel mist þau alveg, þá höfum við alltaf gefið okkur tíma til að hittast aftur. Kannski er það vegna þess að þessi vinátta sem var til á þessum árum festist einhvern veginn dýpra. Við kynntumst áður en fólk fór að uppfæra ímyndina sína á samfélagsmiðlum. Við þekktum hvort annað eins og við vorum í raun og veru. Og það er dálítið sérstakt að átta sig á því, 40 árum síðar, að sumt af því mikilvægasta sem maður tók með sér úr skólanum var ekki endilega það sem stóð í námskrám, heldur fólkið sem sat við hliðina á manni upp á hvern einasta dag. Kæri brautskráninganemar, þið eruð að útskrifast inn í heim sem er hraðari, tæknivæddari og flóknari en sá heimur sem beið okkar 1986. En þrátt fyrir allar tækniframfarirnar gilda sömu grunnatriðin enn að mæta fólki af virðingu, að standa við orð sín, að kunna vinna með öðrum og sína seiglu. Tæknin getur hjálpað okkur með margt, en það er enn ekkert app til sem kemur í staðinn fyrir heilindi, dugnað og góð samskipti. Lífið tekur óvæntar beygjur, sumt gengur upp, annað ekki, en oft verða bestu kaflarnir í lífi manns einmitt þegar hlutirnir fara ekki alveg eftir áætlun. Látið ykkur hlakka til morgundagsins. Horfið fram á við því framtíðin er óskrifað blað og þið eruð rithöfundar í ykkar lífi. Munið að árangur mælist ekki bara í gráðum eða starfsheitum, heldur hvernig manneskja þú ert. Munurinn á því sem þú ert og hvað þú vilt verða er það sem þú gerir. Að lokum vil ég óska ykkur öllum innilega til hamingju með daginn, njótið hans því árið 2026 skiptir enn mestu máli og það sama fyrir 40 árum í VFMA. Gott fólk, góð vinátta og heitt kaffi. Til hamingju. Takk fyrir. Hjartans þakkir alveg. Þetta var yndislegt að heyra. Bragakaffið hérna og þessi gömlu góðu dagar. En þú tók líka eftir því að það var ótrúlega mikill svona samhljómur í þessum málflutningi okkar. Það er að með þetta sem ég var að tala um með VFMA hjartað, alveg sem að hvað okkur gengur, að það slær fast. Og örugglega, þannig að það er yndislegt að heyra og þessi ágæti hópur, hann hittist svo í dag klukkan 18 og svo aftur 10:45 í Verkmenntaskólanum á Akureyri, þar sem þeir fá svona smá, hvað við segja, heitir ekki góður í íslensku, innan gæsalappa, sightseeing, vegna þess að þessi hópur sem útskrifaðist 1986, hann steig aldrei fæti sem nemendur
inn í VFMA á Írlandsholti vegna þess að það var ekki búið að byggja hann þá. Það var eingöngu sá hluti sem var í málm- og vélingreinum á þeim tíma, en bóknámsnemendur, þeir koma aldrei í þetta hús. Það var ekki fyrir 87 árgangurinn sem það gerði. Þannig þetta náttúrulega merkilegt, þannig ég á náttúrulega VHS myndbönd frá þessum tíma sem að ég lét klippa fyrir mig í 10 mínútna svona skemmtun fyrir okkur í fyrramálið. Og svo náttúrulega heldur dagskráin áfram allan morgundag. Við skulum gefa þeim gott klapp. Það held ég nú. Á þessu skólaári hefur ýmislegt gengið á, en ég ætla nú ekki að þreyta góða gesti á því. Því ég er nefnilega svo heppinn að vinna með góðu fólki sem hefur staðið þétt við baki á mér í hverri raun. Og skóli eins og kom fram áðan er þekkingarstofnun og verðmætin einmitt liggja í því, eins og Rannveig sagði, því ágæta fólki sem þar starfar, hvaða starfsheiti sem það ber. Og kæra samstarfsfólk, ég á eitthvað marga greiða gjalda og ég hef treyst ykkur til góðra verka og ég hef notið ykkar trausts og það er heiður að vera samferða ykkur. Og ég legg til að við klöppum nú fyrir mínu frábæra starfsfólki. Og takk fyrir önnina mín kæru. Jæja, kæru nýútskrifuðu fyrirverandi nemendur, það komið fyrsti gespi, þá veit ég að minn tími er að koma. Nú er mínu verki næstum því lokið, en mér langar samt til að biðja ykkur eitt, eða nokkur atriði. Það er að bera virðingu fyrir fjölskyldum ykkar og vinum og því samferðafólki sem á vegi ykkar verður. Og bera virðingu og umhyggju fyrir ykkur sjálfum og þeim verkefnum sem takja að ykkur í framtíðinni. Því að ekkert verk er svo lítið mótlegt að það ekki vera skilið að vera vel unnið. Og verið stolt af árangri ykkar og horfið björtum augu til framtíða því árin líða og þið byggið ykkar eigin lönd. Og þess vegna segi ég eiginlega við þig, kæri brautskráningarnemi í eintölu, nokkurn veginn eins og segir í textanum eftir Vilhjálm Vilhjálmsson, megi allt hið góða í heimi halda, í hönd á þér og með þér sé. Og ég vil fá að endurtaka þetta hérna hinum megin. Megi allt hið góða í heimi halda, í hönd á þér og með þér sé. Góðir brautskráningarnemar og gestir, það er að koma að lokum þessara hátíðar. Ég vil biðja fólkum að sitja kyrrt í sætum sínum á meðan að við hér á sviðinu göngum fram hér á eftir. Að því loknu vil ég biðja gestum að yfirgefa salinn, svo hægt er að stilla hér upp á myndatökunni, fyrir myndatöku. Það tekur svona 10 mínútur, þannig þið fáið 10 mínútur með nemendunum frammi og svo þurfum við að kalla þau tilbaka og fá þau hingað í myndatöku. Þegar að Páll ljósmyndari hefur lokið að mynda hópinn, þá verður opnað út og þið fáið að koma inn og ef þið viljið taka mynd af hópnum eða hluta af nemendahópnum saman, þá er það velkomið þá. Ég vona að þið eigið öll gleðiríkan dag framundan og þetta er svo yndislegu tíma að geta sagt þetta því að það er meira og minna alltaf dagur og hátíðlegt kvöld. Kæra samferðafólk til sjávar og sveita, innilega til hamingju með daginn og við skulum svo dansa á rósum, við skulum gefa þeim gott klapp.